Sælverði, þú eru velkomin vestur, flugsmiðina, Ívar hér. Í dag ætlum við að hnýta flugið sem búið er að biðja hérna á Rósinni, Tólfubúðstegi, og þetta er fluga eins og það sem að menn hafa kallað svona vindlapíkokk eða svona feitur, alveg vel bolkaður píkokk, og í þetta eru að nota sem sé svona Fluor Orange Semperfli tvinna sem er bara 8.0. Þetta er ekki nanosilkin, þetta er ekki eins sterkt. Vöfin á þessa flugu, það er bara kóparvír, large kóparvír flóin í. Við byrjum á því að festa honum niður. Krókurinn sem við erum að nota á þessa flugu er Arex Traditional Nymph númer 8. Þetta er passlegt að hlýta þetta 8, þetta er ekki það langur búkur. Svona. Krókurinn er hér, sem sé Arex Traditional Nymph númer 8. Og við erum að nota sem sé kúlan á þetta er svona sem sé Fulling Mill Slotted Bead. Þarf ekki að vera slotted á þessu. Það er ekki fyrir maður fæði í jiggi en ég er ekki með annað við hendina. En við sem sé tökum páfuglsfanir, þetta eru svona 6-7 páfuglsfanir góðar og nógu langar, það er mikilvægt. Við byrjum á því að klippa framan að þeim hérna til þess að jafna þær. Það er allt á gólfið hérna. Já, skiptir ekki máli. Og festum þær niður. Svona, og þetta er náttúrulega, píkokk númer 2 eða 3 hérna á Rósinni, sem er alltaf lagi, það er bara aldrei góð fluga og oft nýtt, sko. Og þá vefst þetta bara hérna fram og takið eftir því að hérna við erum ekki með svona glóbretti eða neitt frammi, við erum bara með appelsínugulan tvinna og svo kúlu, þannig að það er bara appelsínugul í hlutin á flugunni. Til þess að gera píkokkinn spikfirna, þá er ég með þetta er bómullaband sem að ég held að þetta hefði verið inn í einhverjum Mylar piping efni sem að ég keypti einhvern tímann. Það getur nota áraruggatni eða í rauninni bara hvað sem er og það þarf ekki að vera hvítt. Eiginlega bara ekki betra að þessi hvítt upp á að sjáist í gegn en allavega eitthvað sem að þykkir búkinn alveg allverulega. Við nýtum hérna niður eina umferð þá er þetta orðið pikkvast og að því við erum að nýta þetta fyrir þingvelli þá erum við að fara að splæsa í smá superglue sapagap sem er hérna skemmtilegt efni. Þá byrjar fjörið það er að vefja þetta hérna fram og það er bara ein umferð, það þarf ekkert meira, þið sjáu hvað hann bætir á sig hérna mörgum kílóan, þetta er að koma jól, eða hérna, stuttu jól og eru bara megin. Við hvernig þetta vídeó ratar inn veit ég ekki, og svona, þá þurfum við að læsa þetta hérna inni og gallinn við þennan tvinna, en sá hann er ekki nálægt því að sterkur og Semperfli tvinnarnir, þannig að við þurfum að fara varlega. Með Semperflin getur, nanosilkin getur bara verið með átök og það er ekkert vesen. Svo klippum við þetta hérna, sjáum við alveg upp í kverk, svona. Geymum restina í næstu flugu. Þetta snirta hérna sárið, aðeins frá, svona. Og nú kemur vöfin hérna. Við byrjum á þó eitt hring hérna fyrir aftan dæmið, það er að segja aftan búkinn og svo kemur búkur á þetta vindlalaga píkokk, það er ágætis nafn á maður passa að hafa fanirna nú langar, þetta við reddum þessum við výrtum á eftir, svona. Tökum þetta svo niður hérna með tvilanum, höldum við, ekki sleppa þessu hérna
Aftur höldum við þetta alveg þéttingsfast. Og við höfum enn átaka á þessu, þannig við séum ekki verið að klippa þetta og alltaf rakna upp, svona. Svo vefjum við vírnum í gagnstæða átt yfir búkinn. Svona. Svo til náttúrulega kannski eins og við vitið alls konar variasjónir af peacock. Allt í lagi snúa kúlunni, þá jafnar þetta sig stundum. Ég er sátt við þennan búk. Ég ætla að vona að þið séu sátt við það og ennfremur ég vona það að bleikjanur er sátt við þetta á Þingvöllum. En þá kemur vírinn og hann vefst í gagnstæða átt til þess að þetta bindi sig betur niður og þegar við erum með frekar stuttan vír þá nota ég fjaðurklemmu til þess að taka restina á snúningnum. Og vírinn í peacockin er ekkit, hann sést voðalega lítið þannig að það er meira að hugsa til þess að styrkja fluguna frekar heldur en að vera eitthvað svona kenniliti á henni. Svona, og svo reynum við að þyrla þennan vírbúta af. Ég veit ekki hvort það takist maður að sjá. Jú, sko, kominn, kallinn maður. Og svo er bara að hausa á þetta. Þetta er pattaralegu peacock, eins og við sjáum þetta. Það er bara hausnútur, tvöfaldur, sjálfsögðu, og lakk yfir, UV-lakk eða venjulegt. Ég held nú svona öllu gamni slepptu þá sé venjulega lakki bara sellulósalakk, bara gamaldags venjulakk sé með þeim svona bestu til þess að kannski ef við höfum að vera garandaði, þá getum við líka límt þetta alveg niður með klossfest þetta með superglúi. En þessi magnaða fluga, þetta er Kolbeinn Gríms, hefur marga bleikjur á samviskunni á Þingvöllum og víðar. En þá erum við bara góð, hér er peacock í svona vindla stærð, spikfeitur, robústu vindill. Hann er klár hér og ég þakka ykkur bara kærlega fyrir áhorfið. Þið með endilega setja like á vídeóið, deila því og gerast áskrifundur á rásinni, mjög mikilvægt. En þangað til næst, þá bara sjáumst við hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.